Ég ætla að fjalla stuttlega Google Chrome, vafran og skemmtilegan eiginleika sem hentar mjög vel í sérkennslu og kennslu yngri barna, jafnvel í leikskóla. Hér sjáum þið Chrome, mjög skemmtilegur vafri frá Google. Hann hefur þann eiginleika að þegar ég smelli á þennan plus til þess að fá nýjan flipa þá birtist yfirlit síða. Yfirlit síðan sýnir þá vefi sem ég hef heimsótt hvað oftast og getur flýtt fyrir mér með því að ef ég ætla að fara inn á einhvern af þessum vefjum þá smelli ég bara á táknmyndina og ég er komin á viðkomandi vef. Nú þessi yfirlit síða er ágæð til símsbrúks en það er til viðbót við Chrome, svokölluð extension sem að breyti þessari síðu, þessari yfirlit síðu og gera hana ennþá gagnlegri. Við skulum byrja að kíkja hér aðeins á viðbæturnar, fyrir hér upp í hægra horn og vel extensions. Þá fæ ég yfirlit yfir alla viðbæturnar sem eru þegar settar upp hjá mér. Nú ég smelli hér á Get More Extensions til þess að sækja nýja viðbót og leita eftir henni og viðbóti sem ég ætla að sækja heiti Speed Dial. Þá geta að taka fram að hún er líka til á Firefox vafran. Hér er hún fundin og ég einfaldlega smelli á hana. Það er smá lýsingu á því hvað hún gerir, hversu margir hafa sótt hana, stjörnugjöf, skjámyndir. Til að setja hana upp þá smelli ég einfaldlega hér á install. Spurt hvort ég ætli vilji örugglega setja hana upp, ég segi install hér. Og meira þarf ekki til, nú er Speed Dial komin inn í þennan Chrome vafra hjá mér. Þannig að núna ef ég smelli á plusinn til þess að fá nýjan flipa þá sjáið þið samskonar glugga nema hann er aðeins breyttur. Nú í fyrsta lagi ef ég fer á einhvern vef, skólum hérna 3F vefin sem ég fór á hann til þess að festa hann á þessari nýju yfirlitssíðu þá fer ég hérna í Speed Dial táknið, smelli á það og geri Add Current Page. Og núna ef ég geri nýjan flipa þá er þessi síða komin hér. Hér er 3F. Ég get staðsett hana þar sem ég vil. Ég get raðað upp síðunum eins og ég vil hafa það. Nú getum við ímyndað okkur að við værum að nota þennan vafra í kennslu og þá gætum við haft hér algengustu vefin eða vefina sem við viljum nemendur hafi svona fljótlegan aðgang að. Venjulega með þennan taka sem færi mann heim, venjulega skilgreinar maður hann þannig að fer á okkur ákveðin vef. En það er líka hægt að fara hérna aftur í stillingar og fara hér í options og þá get ég ákveðið að þegar að vafrin er opnaður þá opnist þessi yfirlit síða í staðin þess að fara á okkur ákveðin vef. Þannig að núna ég fer heim og þegar ég opna vefskoðan þá hoppa ég beint hingað og get síðan valið úr. Þetta er náttúrulega hægt að ákveða hvort að þetta sé eitthvað kostur, eitthvað sem hentar. Nú, eitt sem hægt að gera viðbót og það eru ýmsir eiginleikar sem að þessi viðbót hefur og ef ég smelli hér á options og kalla ég fram eiginleikana, ég get ákveðið hversu margar skjámyndir ég hef og ég get sett bakgrunnsmynd. Nú á ég eina bakgrunnsmynd til sem ég ætla að sækja hérna. Ég hafa búin að taka hana til, hér get ég sé hana. Ég kópið þessa slóð, setja hana hér inn í background image og geri set. Smelli svo save and close sem er hér fyrir neðan, þið sjáu það ekki. Og þá er ég komið með svona dálítið skemmtilegt útlit á þetta. Ég hvet ykkur eindregið til þess að skoða Google Chrome og alla þá eiginleika sem að hann býður upp á. Þetta er einstaklega skemmtilegur vafri sem er mjög góður í skólastarfi. Takk fyrir.